Það kemur ekki sök, ég fekk boltan hérna aftur og ég kom inn í 1-0. Þetta var ræðislegt. Diego Costa fær boltan, fake skítur honum og bara dundrar honum inn. Það ekkert flóknar það, bara dundrar honum inn. Og staðan hann 1-0 fyrir mér. Á móti Ricky Ash 0-7. Ætli Ricky S 0 og upp í 6 hafi ekki verið uppteki. Grunað það. Hérna ég að hlaupa á móti Gerard Piqué og á stuttan bolta inn í teig, en nei, það bara, þetta ætlar ekki að ganga að reyna að skora almennileg mörk, þannig ég bara held áfram að hafa þig svona frekar ódýr og ljót í bili þangað til að ég komið með, þetta ekki góða bolti hjá Neuer, nei gæti þarna verið sko stórsó í, þetta góð bolti, Müller datt á rassinn. Þetta gott innkast hjá okkar manni Ricky Ash. Hann þarna með spænska menn í hópnum sínum. Ég með ekki með spænska menn í mínum hóp. Búið þetta svolítið dreift hérna allt. Þetta það dreift að hann bara að sleppa í gegn og skora, rapp heitir liðans, þetta Aguero setur hérna glæsilegt mark, lúra honum upp í Sammi eins og maður segir. Þarna ítti ég ávart á PlayStation takkan í óðagoti og misti þar með af sóknarfærinu sem ég var búin að búa mig til. Það alltaf leið, skítur gerist eins og maður sagði. Já, þarna, þetta var lesið eins og gagn og gaman. Þarna stígur hann með eins og út og gera það bara þokkalega vel. Og hann Aguero, hann rosalega lunginn, hann Aguero. Hvað að gerast? Jú, þetta að gerast og þetta gerðist. Þetta var fín sending hjá Müller, algjörlega léleg, hún var mjög léleg, en það bara það sem að just Müller things eins og maðurinn sagði. Vidal sendir hann á Müller sem að tapar honum í tvígang og hjálpar ekki við inn í sínu minni sinni að reyna að vinna hann tilbaka. Hann spila svolítið hratt upp og hérna með Aron nokkurna Ramsey, mjög fyrirsjánlegt, en skoraði næstu því. Við sjáum hérna að ég að biðja hlaupið, það kom á endanum, en djúvill var það fáránlega lélegt, en ég uppsker aukaspyrnu sem fáránlega gott. Við skulum sjá hérna að þið muni kannski eftir í síðasta leik að ég var með svona smá trikk. Ég ætla að framkvæma þetta trikk aftur og þarna, þetta svo lélegt. Farðu heim til þín, Boateng. Þú ömulegur. Þetta ekki nóg gott. Þetta eru mikli rækjusveinar að reyna sitt allra besta. Þetta hlýtur úr brot. Nei. Hann að spila hérna ágætlega upp kantinn og svolítið heppinn, það mér finnst. Það bara ég. Og senda hann aftur, þarna vinnur, flott, og hann skýtur og það varið í stöngina, alltaf jafn gaman. Sjáum að skapa sér smá pláss og þarna just Müller things. Þetta glæsilegt mark, eiginlega bara algjörlega ömulegt, skýl í knettinum aðeins, fær býr sér til smá pláss
og skýtur hann síðan í. Nú okkar maður sennilega pirraður af því ég búinn að tala allan tíman og hann hættir. Þetta svo kallar rage quit. Þá það komið í þætti 8. Svolítið sérstakt að rage quit. Ég vinn deildina og fæ 15.000 coins. Hann átti 1 skot, hann sá ekki til sólar, hann var ekki vel sólbaðaður í þessum leik, en ég vinn hérna með 7 sigra, 3 jafntefli og 0 töp, 1 title. Og hvort að þetta hafi verið síðasti titill sem ég vinn í FIFA 16 verður bara komið í ljós. Ég komið ógeð af leiknum, þannig að það bara spurning hvort að við vinnum okkur upp í FIFA 17 næst. Og we got the demo. I downloaded the demo, and maybe I'll just kinda look into the demo and compare it to FIFA 16 on my next episode, which is it's FIFA Teamy episode 9. But now I won the title against Rikesh 07 and his team, the Raptors, and congratulations, you won and all that. So I just wanted to say for myself, at least, thank you